Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi. Hérna seinna í þættinum ætlum við að fara til Danmerkur og skoða dönsk stjórnmál, en það er næsta víst, eins og sagt er, að það verði kosið þar í Danmörku. Það er ríkisstjórn sósíaldemókrata hefur ekki fullan stuðning og það má reikna með að fljótlega verði boðað til kosninga. Og þar er bara skemmtilegt að skoða vegna þess að þar eru flokkar að splundra og margar einingar, nýjir flokkar að verða til, gamlir að koma niður, mikið fjör, sérstaklega á hægri vangnum. Það er mikil órói á hægri vangnum í Danmörku. Gísli Tryggvason, hann er þaulkunnur dönsku stjórnmálum, hann mun koma hérna og hjálpa okkur að skilja þetta. Í miðblik þáttarinn kemur Haukur Viðar Alfreðsson, hann er doktorsnemi í skattahagfræði og við ætlum að ræða aðeins hvernig fyrirtæki komast hjá því að borga skatta og hvernig þau nota það að það sé hægt að fá lægri skatta í næstu löndum, hvernig þau komast hjá því að borga skatta, hvernig þau hóta stjórnvöldum það að fara ef að skattarnir verða hækkaðir. Við ætlum að skoða hvernig þetta er gert, hver staðan er og hvaða leiðir eru til þess að skattleggja fyrirtækin með eðlilegum hætti. Hérna rétt á eftir kemur hann Haraldur Gíslason, hann er formaður félags leikskólakennara. Það er kreppa í leikskólunum, það vantar fólk, það vantar fjármagn, börnunum vantar pláss, eins og hefur komið fram, sérstaklega í Reykjavík, þar koma foreldrar reglulega niður í ráðhús með börnin sín vegna þess að þau fá ekki pláss. Við ætlum aðeins að fara yfir það með Haraldi. En eins og vanalega byrjum við á fréttum dagsins og það er Karl Héðinn sem að segja okkur það. Hvað er í fréttum? Já, náttúrulega kannski helst þessi grein að mér fannst að standa mest út og kannski stærsta málið að Þórður Snær skrifaði hvernig yfirheyrslurnar fóru fram á honum og þau fengu í hendurnar gögn málsins frá lögreglunni og það er mjög margt til að segja frá þar en við lefum kannski öðrum miðlum að kafa dýpra í það en svo kom ég ljós á þann að Aðalsteinn Kjartansson, einn þessara blaðamanna og er blaðamaður á Stundinni, hann er búinn að fela lögmanni sínum það að óska eftir því að Mannréttindadómstóll Evrópu skeri úr lögmæti aðgerða lögreglunar. Þannig að það er eitthvað sem mun þróast. Það var í Kastljósaðan á RÚV. Já. Það sem hann var meðal annars að tala ummæli Brynjars Níelssonar og Þórður skrifaði Bjarna Benediktsson. Þannig að þeir báðir stillir sér svolítið upp eins og þetta séu pólitískt mál. Þarna standi lykilflokkur ríkisstjórnarinnar með Samherja gegn blaðamönnunum sem eru að reyna að upplýsa syndir Samherja. Það virðist vera á allan að í umræðinni í fjölmiðlum hefur verið að halda upp á einhverjum punktum sem er engin stóð fyrir, virðist vera í þessari lögreglurannsókn eins og að það hefur verið eitrað fyrir Páli skipstjóra að samkvæmt mælingum frá spítölunum og þá er ekkert sem gefur til kynna að honum hafi endilega verið eitrað. Það er samt búið að halda þeim punktum. Það er orðað þannig að það er ekki hægt að sanna það og þar með verður enga líkur til þess að eitthvað verður dæmdu fyrir að eitra fyrir honum þess að það er ekki að sanna það. Eins og það segir það að finnist ekki eitur í honum ekki endilega það að hafi ekki hægt eitur en það mun ekki vera hægt að sanna. Nei, það er eitthvað sem er búið að halda upp á lofti. En líka segir Þórður frá í greininni sem við mælum með að fólk lesi hann er að segja frá því að lögreglan sem er að yfirhæra hann er að reyna að fá hann til þess að uppljóstra ákveðna heimildamenn og svona þannig að löggan er í rauninni að reyna að fá hann til að brjóta lög stórfurðulegt en í öðrum fréttum þá var endurupptöku dómstóllinn hefur synjað beiðni Erlu Bolladóttur endurupptöku á máli hennar vegna rangra sakargiftar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu. Já, við fjöllum það hérna í gær. Við Maríönnu Fríðjónsdóttur sem stendur fyrir undirskriftasöfnun ef fólk vill styðja Erlu í þessu máli. Mér skilst að hún ætli líka að fara með Aðalsteini til Evrópu að leita réttlæti og þið getið farið inn á samstöðum.is og séð hvað er þetta skrifið undir. Þar eru fréttir af þessu máli. Ætli Mannréttindadómstóllinn sé að klást við íslensk mál í hlutfallslega miklu meira mæli? Já, miklu meira. Ég held að sé bara álíka mikið og bara öll hinn Norðurlöndin saman. Við erum heimsmeistarar í málum fyrir það er bara þannig að málið. Við erum líka með svo slæmt dómskerfi. Við erum líka með ótrúlega mörg mál þar sem að íslenska dómskerfi raunverulega tapar þarna úti. Þannig að það er bara staðnitt. Og kostnaðurinn er gríðalegur fyrir okkur íslensku skattgreiðina. En það verður að búa við vont réttlæti. Já, algjörlega, tengandi það En í öðrum fréttum það var eldröður dagur í Kauphöllinni. Það var eitthvað 3% lækkun á helstu félögum þar. Og líka íbúðaverð lækkaði núna í ágúst, það kom fram. Það lækkaði bara 0,4% og það er búið að hækka
20% á þessu ári bara, en núna þetta allan að virðist kannski vera að þetta sé að snúast við. Þannig að núna í fyrsta skipti þetta lækkar síðan bara á þessu ári, sko. Og síðan 2019 fyrir ekki. Mér finnst það að hlutabréf lækka ekki merkileg frétt raunverulega, vegna þess að þegar vextir hækka, það svona kenningi segir það, að þá fer fólk úr áhættusamari fjárfestingum, eins sem eru hlutabréfin, yfir í skuldabréfin, sem eru öruggari, þannig að það eru konur hærri vextir. Þannig að það svona trend sem allstaðar í heiminum þegar að vextirnir hækka, að þá lækka hlutabréfin, eða þannig á það að gerast. En varðandi því þú nefndir lækkun húsnæðisverð, þá ég með eitt graf sem langar að sýna. Já. Sem lækkun húsnæðisverð. Veit ég hvort að við finnum það. Nei, það ekki þarna. Það Já, þetta kannski eftir að ná því inn. Sýnst mér það ekki. Nei, það eftir að ná í það. Já, en þetta graf var að sýna hvernig hækkunin búin að vera alveg gríðarleg. Þannig að þetta næst. Já, gera það. Vonum að það verið þetta að finna það. En í öðrum fréttum að þá nokkuð svakalegt að hann komin risastór halli virðist vera á rekstri málaflokks fatlaðs fólks í sveitarfélagunum. Fulltrúar sveitarfélaga landsins að vera að lýsa áhyggjum yfir þessu. Og þá var sem sagt málaflokkur fatlaðs fólks var færður frá ríki til sveitarfélaga 2011 en sveitarfélagin hafa ekki verið að ná endum saman í þessari þjónustu og núna hefur Karl Björnsson sem framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga, hann segir að þau þurfi sem sagt sveitarfélagin að fá eitthvað rétt yfir 10 milljarða til að þau nái endum saman á þessari rekstrarlið sem sagt fyrir fatlað fólk. Þetta svona frétt sem búin að vera lengi ákoma vegna þess að þegar að málaflokkurinn var fluttur til sveitarfélagana þá fylgdi ekki tekjur með. Þannig að og þetta í mörgu sem að ríkið hefur gert þetta við sveitarfélagin. Ég veit ekki hvað sveitarfélagin alltaf taka við þessu. Þau taka við málefnum aldraðra og þau taka við málefnum fatlaðra en það kemur ekki peningur á móti. Þannig að annarkvort keyra sveitarfélög sig í tap eða þau bara veit ekki lögbundna þjónustu. Já, og ríkið einhvern veginn kemst upp með þetta, samþykkja lög, svona þjónustan að vera og svona þjónustan að vera og sveitarfélögin að sjá það og hérna fáum við pening og það dugar bara fyrir 80% af því sem þarf að gera. Nei, þetta alveg hrikalegt, þannig að maður skilur ekki, okkur hefur ekki gert eitthvað í þessu. Jú, maður skilur nú svo sem alveg, eða bara sömu valdhafar en alltaf. En svo var líka voru umræður í þinginu í dag þessa tillögu Samfylkingarinnar, Pírata og Viðreisnar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB og Ásdís og Logi tóku svolítið á þarna núna bara voru að rökra þetta þarna fyrir utan þingið. Já, þetta býst ekki við þetta að vera samþykkt. Það eru hins vegar allir þingmenn Viðreisnar, Samfylkingar og Pírata sem að standa að þessu. Ég held að sé ekki margir þingmenn þar fyrir utan sem að væru líklega til að samþykkja þetta. Þetta kom eftir að Kristrún hafði verið í viðtali, var sömu helgina í viðtali bæði við Kjarnan og Stundina, þar sem hún talaði að kannski væri núna ekki málið að vera með þetta mál á oddinum. Og það var náttúrulega strax til þess að aðrir í flokknum brugðust ókvæða við. Og þetta er ákveðið vandi fyrir Samfylkinguna, því að þetta mál sem að flokkur var eiginlega stofnar í kringum, að ganga í Evrópusambandið. 99 var kannski líkur á því að það yrði. Það var svona sveifla í Evrópu og svona hugmyndur að Evrópusambandið gæti eftir sér, það var eiginlega lógist að öll Evrópulönd myndi ganga inn, en það er ekki, eftir hrun er það bara alls ekki staðan. En hins vegar er ennþá margir inn í Samfylkingu sem að líta svo á að stjórnmálið séu fyrst og fremst að sama hvert vandamálið Evrópusambandið er lausnin. En það sem að Kristrún er að segja, og mér finnst sem að hún er að segja, er það að Samfylkingin, ef hún ætlar að vaxa, þá verður hún að tala út fyrir þennan hóp, að tala fólk sem að vill bara aðgerða í húsnæðismálum, vill réttlátara skattkerfi, vill ýmsar svona breytingar sem eru svona klassískar sósíaldemókratískar kröfur.
En leið og segir þetta er svona með hópin, leið og einhver horfir út úr hópnum, að þá segja hinir sem inn í hópnum að þú ert að svíkja það sem að við stöndum fyrir. Við verðum að fá Evrópusambandið aftur á dagskrá. Og þá neyðist sá sem ætlaði að tala út og fjölga þeim sem að gætu kosið flokkinn, að þá verður hann að snúa sér að kórnum og messa þar að Evrópusambandið sé lausn. Þetta er sko dilemma samfylkingarinnar eftir hrun og veldur því að hún getur ekki vaxið. Nú er Framsókn núna að taka yfir samfylkinguna á miðjunni sem svona hálfgerður með svona sósíaldemókratískar áherslur að mörgu leyti. Leggja mikið upp úr svona mannúð og félagslegri uppbyggingu. Já, þau segja það allavega. Þau segja það sækja á mið sem að samfylkingin ætti að róa á. En meðan að ef það gengur ekki og þau verða að tala Evrópusambandið, þá eru þau bara fyrst og fremst að keppa fylgi við Viðreisn og þá eru þau kannski saman að bítast kannski 20% fylgi. En það getur verið skipt öllu máli fyrir þessa flokka. Það er betra að vera kannski með 11% heldur en ekkert. Já, akkurat. Það er mitt furðulegt. Kannski ekki, já, maður vonar að það fara aftur í rætunar frekar en að vera ómikið einbyttu þetta er sérstaklega ef það kemst ekki í gegn að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu sem ætti náttúrulega að vera endanlega útlistunin á þessu eða ákvörðunin á þessu. Ég veit ekki hvort að grafið er fundið. Bogi, er grafið fundið? Það er inn í 20. Þarna er það. Afsaka ykkur aðeins, við erum að downloada hérna grafinu og ætlum að sýna ykkur aðeins íbúðaverð og hagvöxt og kaupmátt. Þú voru bara að hlaða það niður Bogi og svo opna það í óverleginu. Hérna kemur þetta. Ok, íbúðaverð lækkaði 0,4% í ágúst. Jú, þetta sé merkilegt graf. Já, það er skott. Þetta er enda, mér finnst þetta mjög merkilegt graf. Þarna eru 3 línur. Rauða línan er kaupmáttur á Íslandi. Það sem að laun hafa hækkað, því þetta fer aðeins upp á við og sérstaklega eftir lífskjarasamninguna að hækkar kaupmáttur. En gula línan er verð á húsnæði sem að er eiginlega í engu samræmi við kaupmáttinn. Og ég hef þannig með sem er hagvöxtur á mann sem er bara fínn mælikvarði á það hvernig svona hagkerfinu gengur. Það getur verið þannig að það sé bara bullandi gangur í hagkerfinu og það er svona ætti eitthvað að gerast, en ég minnst þetta graf sýna það að hækkun húsnæðisverð er í engu samræmi við það sem er að gera. Þetta er ekki vegna þess að framleiðslukostnaður er orðið meiri, þetta er ekki út af því að kaupgetan er orðið meiri, þetta er bara stjórnlaus markaður sem er keyrður áfram af skorti og þar með okri og þess vegna spennist þetta svona upp. Við sjáum að þetta er eiginlega þarna upp af í 95, þá er Jóhanna að hætta sem félagsmálaráðherra og þið sjáið að húsnæðisverðið er að lækka og hittir þarna bæði kaupmáttinn og hagvöxtinn og síðan fyrir þetta eftir það þá er verkamannabústaðakerfið lagt niður stuttu fyrir aldamót. Síðan það sem þetta byrjar að brotna upp að þá er íbúðalánasjóður umverulega einkaveitur, þá koma bankarnir inn á húsnæðismarkaðinn og þetta bara fer úr böndunum. Þetta er vandamál sem búið að vera í 20 ár. Það þarf að koma bara böndum á íslenska húsnæðismarkaði. Það er svona 0,4%. Ég ætla ekki að hlaupa út og skjóta brakettu. Ég væri til að skjóta brakettu að veri 50% lækkun. Já, eða raunverulegar aðgerðir væru byrjaðar og í gangi núna. Þá kannski myndum að fagna. Já. Herðu, látum þetta gott heita. Hérna eftir örskamma stund kemur Haraldur Gíslason og við ætlum að tala um leikskóla.
Herðu, Haraldur Gíslason kominn hingað, þú ert formaður, félag leikskólakennara. Rétt. Herðu, leikskólanir í kreppu, það náttúrulega við fylgst með því í fréttum sem að foreldrar koma í ráðhúsið og bara heimta að fá pláss fyrir börnin sín sem orðin 12 mánaða. Það kannski sérstakt í Reykjavík að þessu var lofað að hérna í kosningabaráttunni, þetta yrði allt klárt í haust, þannig að eðlilega þá upplifa foreldrar þessu sviknir en ég býst við að svona vandi sig ekki alveg bundi við Reykjavík, að það vanti pláss miða við svona áallin og ráðgerðir. Og svo heyrum við mönnuna vanda. Svo kom hann Hörður Svavarsson hérna á Rauðaborðinu og hann talaði að það veri vantaði bara peninga, það veri orðið þröngt, það veri alltaf verið að skera niður og verið að þrengja starfinu. Af hverju eru leikskólanir í kreppu á Íslandi? Það reyndar ekki heldur rétt að það hefði bara verið lofað í Reykjavík leikskólaplássi fyrir 12 mánaða börn og það var held ég lofað á mörgum stöðum og líka held ég lofað fyrir síðustu kosningar líka. Þar og þar. Já, sko umræða núna, hún búin að vera undanfarin haust síðastliðin áratug. Og ekki breytist. Já, sko, þetta búið að vera hávar umræða en ástæðan fyrst og síðast svo að kerfið bara stækka allt og rætt. Við höldum ekki við vöxtinn, við erum að reyna að taka inn yngri börn allt og rætt, þrátt fyrir sko að það hafi verið sko met umsóknir inn í námið undanfarin ár og met útskrift núna, þá höldum við ekki í við þennan mikla vöxt. Alltaf að haustin, þá kemur rót á ákveðin hóp starfsfólks innan leikskólans, kemur rót á hóp ófæra starfsmanna leiðbeinendur, það kemur rót á þá sem hafa aðra háskólamenntun heldur en kennaramenntun, sem ekki með leyfisbréf. Þetta sýna bara hagstofutölur. En minnsta starfsmannaveltan á meðal leikskólakennar og það bara eðlilegt að sé róta á þessum hópi vegna þess að sko, þráttur að sé fullt af reynslu miklu fólki í leikskólanum sem eru leiðbeinendur, þá svona held í stærsti hópurinn svona frekar ungt fólk sem svona leitandi bara og að fara í skóla eða að fara í önnur störf og það sama á við hinn háskólamennahópinn. Þannig að á haustin verður svona rót og það þarf að ráða inn nýtt fólk og tíð starfsmannavelta ekki góð. Svo til viðbótar þá verið að stækka kerfið allt og hratt og þá myndast þessi mikli þrýstingur á kerfið og við höfum bara átt mjög erfitt með að mæta þessum þrýstingi og það mjög vont og við ræddum það og fundum með pólitík og höfum gert það mikið og segjum bara, þú veist, þið vitið að við erum að fara á bratt. En þegar menn fara að lofa ykkur þá vilja menn standa við það og reyna að setja púður í að reyna að standa við þessum lofa. Það voru mistök í upphafi. Þess vegna lenda menn í þessum átökum núna náttúrulega, það sem að fólk vil bara fá lofaverðinu uppfyllt. En af hverju getur þetta ekki vaxið hraðar kerfið? Er það vegna þess að það vantar pening í það? Er það bara ekki til mannskapur í það? Eða er það bara svona kultúrist að það sé bara hættulegt að þenja það út og hratt að geti þinnst út og orðið verra? Já, sko, það vantar pening í það. Ég meina, sko, sveitafélögin, og það ekkert margir sem átt að segja á þessu, að þetta ekki skylduverkefni þeirra. Leikskólinn ekki skylduverkefni þeirra. Þrátt fyrir að, sko, samkvæmt lögum, þrátt fyrir að það kannski, hann það í raun og veru því að öll 2 ára börn og eldri í leikskóla og það myndi ekki bú í sveitafélagi þar sem hann væri ekki leikskóli, en Reykjavík bara gæti sagt þegar við erum hætt með þetta dýra kerfi bara gjöru svo vel ríki þið sjáðu bara þetta og mér finnst svo umræða að því þið voru að ræða skylduverkefni sveitafélagi hérna áðan til dæmis, grunnskólinn skylduverkefni og hún fylgið fjármagn, vissulega örugglega allt og lítið og málefni fatlaðs fólks núna, allt og lítið fjármagn sem fylgir sem sveitafélagin tapa alltaf á samningu við ríkið. En sveitafélagin eru með kostnað við leikskólana algjörlega herðum sér og fá ekki krónu í reksturinn frá ríkinu. Þannig að mér finnst svo umræða ekki nægilega hjá sveitafélagum sjálfum
að gera leikskólan hreinlega að skylduverkefni og það þarf ekki endilega skólaskyldu til þess, bara sé skilgreindu samkvæmt lögum skylduverkefni. Það eini möguleikinn fyrir sveitarfélögin að næla sér þá í tekjustofna frá ríki sem verður ekki létt mál, en það bara vinn-vinn vegna þess að þau eru með kostnaðinn alla núna á herðunum og þetta snýst kostnað. Það snýst kostnað, menn við getum sagt sko, ég meina, höfum bara, ég var að semja við þig og þú fræðilegur í samningum og ég segi bara þegar heyrðu á morgun verða laun leikskólakennara 3 milljónir á mánuði. Auðvitað myndi það fjölga miklu meiri mánuði, meiri í náminu og þetta myndi gerast hraðar en það tekur tíma að mennta fólk og en þú veist, þetta snýst peninga auðvitað. Þú segir þetta hefur verið í mörg ár, 10-20 ár, sama og það kom hingað fólk úr heilbrigðiskerfinu, það segir það sama. Bara alltaf að segja það sama, úlfur og engin hlustar á okkur. Hvað er á tímanum sem að líður? Ég fekk það svolítið á tilfinningunni þegar ég var að tala við Hörð, að kerfi væri eiginlega hörn á tímanum. Það væri ekki að halda í horfinu, þetta væri við frekar að svona síga aftur á bak. Hvernig upplifir þú það? Já, sko, ef við tölum bara hlutfall þeirra sem að hafa réttið í leikskólanum þá á það að vera 67%. Og það var lengi vel í 33 og það komið niður í 28. Við sjáum það er að minnka vegna þess að kerfið þenst svo hratt út. Auðvitað, sko, erum við búin að vera að gera með sveitarfélögunum helling. Við erum búin að vera hægt og rólega að hækka laun. Og við getum bara sagt ég með leik- og grunnskólakennarar á sömu launum og það er búið að vera þannig síðan 2014 byrjunarlaun leikskólakennarar eru 604.000 margir eru á bilinu með 650-750 og getum mest farið í 830 með allri menntun og starfsýslu. Þetta eru kjörin sem er í dag. Við erum búin að vera að fjölga undirbúningstímum. Við fórum í þessa styttingu vinnuvikuna sem hefur reynst mjög erfið í leikskólanum þar sem að náttúrulega leikskólanum er miklu líkari vaktavinnustöðum. Þú skilur ekki verkefnin eftir og kemur að þeim aftur seinna. Þú ert með fólk og þú ítir ekki á neitt stopptaka þar. Þannig að það hefur verið snúið. Foreldrarnir verða bara að ná því að komast á leikskólanum sækja börnin. Já, ég meina og heilt yfir hlýtur vinnuvikan á endanum eiga að leiða til styttri vinnuviku barna líka. Því að þannig er þetta dæmi allt saman hugsað. Þannig að það er ýmislegt sem að leiðinni hefur potast og náttúrulega sko við værum ekki að fjölga svona mikið í náminu nema að það hefði verið gert sko en við erum öll sammála um það að launkennara almennt bæði leik- og grunnskólakennara eiga að vera hærri og verðum þetta matið á þessum störfum í fræðslustarfsemi sem við erum sérfræðingar í fræðslustarfsemi er miklu lægra heldur en sérfræðingar til dæmis í bankageiranum eða vátryggingageranum eða hvað það nú er sko. Þannig að það er ýmis sóknarfæri að Eitt sem var leyfisbréfið þannig að leikskólakennarar gátu farið upp í grunnskóla, leiti það til flótta úr leikskólanum yfir í grunnskóla? Já sko, þessi breyting á leyfisbréfinu, markmiðið var bara fínt að leiða til flæði á milli skólastíða. Það gæti aldrei verið þannig að við þessa breytingu að þú myndir bara segja, herðu, hérna, við viljum ekki að leikskólakennarar hreyfi sér neitt, við ætlum bara að binda ykkur þetta fasta, þið fóðu ekkert leyfisbréf. Skulum opna þetta fyrir alla hina, þeir getur mögulega komið til leikar en þið farið ekki neitt. Það gæti aldrei verið þannig. Lausnir er alltaf fólkin í því að jafna starfsaðstæðurnar og það sem gerði, sko, við höfum tölur frá 2018 til 2020. Það er fyrir breytingu. Þá eru teikn á lofti að leikskólakennarar væri í bara nokkur stóru stíl að flytja sig verið að kenna í grunnskóla. Það fóru 300 að kenna í grunnskóla en komu bara 100 úr grunnskóla að kenna í leikskóla þannig að það var 200 okkur í mínus. Síðan gerum við gera samling þetta 2020 og við fölgum undirbúningstímum og reynum að laga þetta allt í starfsumhverfið og meðal annars með þessari styttingu vinnuvikunar. Það er hægt í raun og veru með styttingu vinnuvikunar að stilla af starfstíma leik- og grunnskóla. Þú þarft svona 26 daga til að geta stilt af þessi skólastig því að grunnskólakennarinn vinnur af sér ágefin frí, jól og páska
og það lengra sumarfrí, það raunverulega hægt með styttingum vinnuvikunar, þráttur að það ekki tekist alls staðar. Við fáum núna tölur núna í október, þetta 2 ára tímabil eftir að breytingin var. Tilfinningin svo að flæðið sé orðið miklu jafnara, en við höfum eftir að fá það staðfest. Það sé ekki þannig að fólk sé að flýja leikskólana út á álagi en geti fengið kannski sömu laun í grunnskólanum, en það ekki sama álagið. Já, sko, það var tilhneigingin. En þú heldur það sé ekki við höfum eftir að fá það staðfest, en tilfinningin svo að það hægst verulega á þessum á undanförnum 2 árum og við vonum að tölunum sína það. Ok. Við erum með kerfi sem að hefur vaxið og hratt, það getur ekki vaxið og hratt, það getur ekki mætt kröfum foreldra eða fjölskyldna eða samfélagsins. Hvað þetta að gera? Að bara hætta við 12 mánaða börn og lengja fæðingarólu upp í 18 mánuði eða í 2 ár? Komdu með lausn. Við höfum verið að tala fyrir því að það væri skynsamlegri lausn að stefna lengra fæðingarólu. Sem ekkert róttakummynd, það bara svipaður á norðunum. Já, akkurat, það ekkert mjög róttakummynd vegna þess að sko, það léttir líka á kerfinu og hægir aðeins á því og hjálpar okkur aðeins að draga andan og auka nýliðun. Því að það það sem þetta snýst allt að fjölga kennurum með réttindi. Það held ég þangað sem við ættum í sameiningu sem samfélag að stefna og ég held að væri skynsalt eða væri hægt að búa til kerfið þar sem að þú börnin byrja að koma svona rólega með fæðingaróluskerfinu inn í leikskólana. Þú byrjar ekki bara búm 8 tímar á dag heldur byrja rólega, þá byrja kerfin að tala saman. Þá var eitthvað fyrirtækin að bjóða foreldrarum upp á það að koma hægt inn í sína vinnu líka. Já, akkurat og þetta alveg hægt að gera, þetta kostar þetta og það ekki svo langt síðan við fórum í 12 mánaða fæðingarólu og það var eitthvað þrautagang að komast þangað sko, en ég held að þetta væri miklu skynsamlega fyrir okkur sem samfélag að stefna þessu og við náttúrulega erum líka höfum verið undanfarin ára að sjá bara rannsókn til dæmis á geðteinslum sem að Sæunn Kjartansdóttir hefur verið að birta að það sé sennilega skynsamlega að fara þessa leið að lengja fæðingarólu. Það sé betra fyrir börnin. Já, og við erum með ráðstöfnu núna í tengslu við aðalfund okkar, þar sem meðal annars Hörður og Sæunn að koma fjallum þessum mál og yfirskrift fundarins hvað börnum fyrir bestu. En nú erum við með kerfi sem vanfjármagnað, hefur vaxið og hratt, glímið alls konar vandamál, en á sama tíma verið að stækka það með því að taka inn mjög yngri börn. Já. Hvernig kerfið eða skólanir tilbúnir fyrir þetta verkefni? Ég býst við það að búa til dagheimili eða leikskóla fyrir 12 mánaða til 18 mánaða sé bara mjög erfitt verkefni og ekki alveg fyrir síðan hvernig á að gera það. Allavega sé þetta getur verið flóknara heldur en að vera með börn sem 5 ára sem kannski lengri hefð fyrir og saga innan kerfisins. Já, örugglega vel í stakkbúinu til að takast á við það verkefni og margir leikskólar sér hennar fyrir yngri börn sko, þannig að það alls konar sko. Já, gæti verið að lausnin verið svo að væru kannski ekki sömu leikskólanir, að sömu væru sérhæfðir í að vera með yngri börn? Það alveg að gerast þannig sko, að sömu að sérhæfa sig í því og það til svo kallar ungbarna leikskólar. Þannig að við færum aðeins hægar að það myndi svo þróun kannski leiða að einhverjum lausnum sem að væru bestar. En þetta náttúrulega miklu dýrari því að það náttúrulega færri börn og per starfsmann þegar komið með svona ung börn, þetta mikil umönnun og þetta krefst meiri starfsfólks. Hver munurinn fyrir þá sem ekki þekka? Hver munurinn á? Munurinn, hvað þarf að marka, hvað getur starfsmaður verið með mörg? Já, þetta svo 3-4 börn og upp 8-5, nei 8-10 segir. Það eiginlega meir en... Já. Ok, en þau 10-20 ár að tala sama vandamálið og ekkert gerist? Hefur þú trúað í að eitthvað breytist? Já, og ég vil nú ekki segja að ekkert gerist. Það gerist margt, en stundum finnst mann að með að gerast hraðar. Ég nú ekki sérstaklega þolinmóður og þannig að mér finnst stundum þetta með ganga hraðar, en það sóknarfæri framöndan og ég meina fyrir alla kennarastéttina það var lífeyriskerfinu breytt og því fylgdi loforðum jöfnu laun á milli markaða og það á eftir að
uppfylla það loforð og það klárlega það sem að kennarastéttin mun krefjast í næstu lotu að þetta loforð síðan 2016 verið uppfyllt því að það á að uppfylla það fyrir 2026 og það ekki seinni vegna að byrja því. Nú alltaf verið að þróa kerfið. Finnst þér að sko kennarandir sem að vinna með börnunum að þeir séu mótandi aflið í hvert kerfið að þróast eða verið að gera mæta einhverjum kröfum og að þróa kerfið og það sé stjórnmálafólk, rekstrarfólk og fleiri sem raunverulega að hafa völdin það hvert þetta kerfið að þróast? Já, sko, ég held að kennararnir hafi mikið það að segja. Þeir hafa náttúrulega ekki allt það að segja, en það sótt að okkur víða. Ég meina, menn vilja breyta reglugjörðum fjölda barna og eitthvað slíkt, sko, sem einhverjar fárálega lausnir sem bara gera starfsumhverfið verra, en náttúrulega, sko leikskólastigið í heild sinni hefur náttúrulega alltaf barist fyrir börn og það var alveg líka þannig að þegar að við vorum að tala fyrir því að það var gott fyrir börn að vera í leikskóla að mögulega kannski voru við of mikið að geta verið fyrir því og spáðum kannski alveg í það að kannski væri ekkit endilega best að stefna að 12 mánaða börn væri í leikskóla heldur fari í hináttina þannig að þetta alls konar. En stefnan komin á þess að kannski samfélagi hafi almennilega hugsaði til enda. Það ekki gott. Herðu, gaman að tala við Haraldur og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Hérna eftir örskamma stund að þá ætlum við að tala skatta. Hann komin inn að Haukur Viðar Alfreðsson sem doktorsnemi í skattahagfræði og við ætlum aðeins að velta fyrir okkur sköttu fyrirtækja. Það svona á nýfrjálsíkja árunum að þá var mikið lækkaður tekjuskattur fyrirtækja og fjármagnstekjuskattur og ýmislegt gert til þess að lækka skatta á fyrirtækja og fjármagnseigendur. Og núna svona víða heim umræðu það að þurfum við að snúa á braut og hækka þetta aftur og þá koma svona ýmis konar sjónarmið upp meðal annars sagt að ef að hækkaður skattir og fyrirtæki þá munum við fara. Við erum nú í Liz Truss sem í Bretlandi. Hún að tala að lækka skatta á fyrirtæki til að laða þau til Bretlands og þá þau líklega að fara frá löndum þar sem eru hærri skattar. Við ætlum að ræða þetta við hann Hauk. Þetta velkomin ykkur. Takk fyrir það. Ef ekki bara byrja á því, nú voru skattar mikið lækkaðir á fyrirtæki. Erfitt að hækka þá tilbaka? Já, kenningin sem allavega svona talað almennt að ef við gerum það, þá flýgur fjármagnið erlendis. Já, það flúði nú hvað sem þau hefur aldrei verið meiri flótti yfir í aflandseyjar heldur þegar fyrirtækjaskattur var bara 15% og fjármagnstekjuskattur 10%. Já, og þetta lækkun fjármagnstekjuskattsins eða tekjuskattsfyrirtækja, það náttúrulega leikur sem enda bara á núlli því að þú lækkar, þá lækka ég, svo lækka þú, svo lækka ég. Skattasamkeppni landana. Já, hún bara í fullum gangi og hefur aldrei verið virkari. En svo það að fjármagnið fyrirtækin þurfa ekki endilega að fara úr landi í raun
sjálfur sér, sjáum bara eins og álverin hérna, geta flutt mest að vegna það sínum skattgrunn erlendis bara gegnum vaxtagjöld til þá móðurfélag sem annars staðar í lágskattalandi. Og það kannski svona dæmi sem að flestir þekkja, gegnum vaxtagreiðslur. Já, en við skulum samt útskýra það fyrir þá sem ekki er á því. Það er þannig að fyrirtækið hérna heima, að það skuldar móðurfyrirtækinu og borgar vexti þar, þannig að fyrirtækið hérna heima skilar aldrei hagnaði og borgar aldrei skatt. Akkurat. Það er í raun, setjum bara einfalt dæmi, þú með 100 milljón króna skattgrunn, sem tekjur mínus kostnaður, ættir að borga því í Íslandi 20% skatt, 20 milljónir, svo skyndilega komið lán til móðurfélags, það kannski tekur 90 milljónir á þessum 100, skattgrunnin orðin 10 milljónir stafir 90. Og svo náttúrulega kjóma þessar 90 milljónir sem tekjur þá á öðru landi, en vill til það er lágskattaland, þannig að það er ekkert greitt að því þar, mjög lítið. En þetta þarf ekkert að vera gert í gegnum lán í sjálfu sér, það er að gera þetta í gegnum bara hvaða gjöld sem er. Þú getur, segjum bara fyrirtæki eins og Apple eða einhverjir, þeir gera þetta í gegnum að þú rukkar rosalega hátt gjald fyrir eitthvað hugbúnað eða einhverju óefnislegar eignir sem eru rosalega færanlegar á milli landa. Og þetta er oft á tíðum, hugmyndin er að þú getur komið í veg fyrir svona með svo kallum armslengdarverðum. Þetta fyrirtæki verða að borga milli sinna eigin eininga, Apple í lágskattalandi og Apple hér á landi, út frá því hvað óháð fyrirtæki myndi borga fyrir sambærilega þjónustu. En svo oft á tíðum þetta bara þannig þjónusta. Hvernig að meta það, ég má spyrja? Þarftu ekki þá að vera með bara einhverjar risastofnanir sem eru að telja... Skiptir engum máli hvað stóra, það geta það ekki. Það er gallin í kerfinu, sko. Þannig að þetta er bara fastur galli í kerfinu og þetta er af því að hvað skattstofnun er færanlegur. Við bara erum með skattkerfi sem var smíðað fyrir 100 árum og hefur fengið svona plástra á allskins, en það er bara ekki byggt fyrir nútíma, það sem eru svona stóra fyrirtækja samskipur, mikil millilandaviðskipti og sérstaklega að mikið af vörum sem eru óefnisleg. Hugsum bara eins og Google eða eitthvað. Við notum Google, allir Íslendingar. Er Google hérna? Borgar Google skatta hérna? Hvernig tekur á internetinu? Skattkerfið í raun höndlar rosalega illa. Og jafnvel eins og hlutur eins og fólk kaupir auglýsingar á Facebook og YouTube og víðar og þá er þetta að kaupa auglýsingar af þessu stóru fyrirtækjum en það er ekki gert upp hér. Akkurat. Þannig að það er og þessi hótun sem er alltaf undirliggjandi, sko, ef þú hækkar skatta, ert ekki sífellt að lækka þá fær fjármagn einhvert annað. Og það er eins og segja, getur gert það án þess að flytja raunverulegu fyrirtæki og ástæðan fyrir að þá endur með lágan skattgrunn á fjármagnstekjur og fyrirtæki en háan á venjulegt fólk af því að það er síður tilbúið að flytja á milli landa. Jú, það er kannski einhver hefur ekki möguleika til þess. Já, akkurat. Þannig að þá þarftu til þess að leysa þennan vanda að binda tekjuskattgrunn fyrirtækja við eitthvað sem færist ekki af mikið. Og það er kannski svona ein leið. Það er bara að lönd taki sér saman í bara miklu magni ákveði eitthvað skattverk, þannig að þetta bara það sé erfiðar að flytja undan. Þú meinar að það til dæmis að það megi ekki hafa tekjuskatt fyrirtækja lægri en eitthvað ákveðið til þess að draga úr flottunum? Það er fremur, núna eins og eru svona 2 stærstu regluverki sem smíðum. Það er eitt í OECD sem er svo með 135 löndum í heildina sem eru að vinna saman að regluverki og þar í mjög einföldumáli er hugmyndin að vera lágmarksskattur. Það er ýmsir gallar á því en það myndi virka í sjálfu sér þannig, segjum að sé einmitt álver hérna, það er 100 milljónir í tekjur sem ætti að gera skatt af, svo komið allt í lán, dregur af því 99 milljónir í burtu, en þá var einhver lágmarkskötning sem segir, ef að tekjunar sem voru fluttar úr landi mæta ekki þessum lágmarksskatti annars staðar, sem á að vera 15%, þá fær Ísland aftur heimild til þess að skatta tekjunar hér. Upp að 15%. Upp að 15%, en þá er gallin. En þá ertu að lækka skattana hér. Já, þá ertu komin fastur í 15%. Annað sem er eins og Evrópusambandið er vinni, þá er að binda skattgrunn við úthlutaði skattgrunni eftir formúlu og það verður byggt á hvar kunnin er, endanlegu kunni, þriðjali, hvar starfsmenn eru og hvar svo versmiður og fastafjármunir eru. Og það mun ekki skipta máli hvar hagnaðurinn myndast, af því í lokin þá er bara dreift út heildarhagnaði fyrirtækins eftir formúlunni á löndin, þá er hvert og eitt land... Það sem er verið að reikna út raunverulega hvar er starfsemin, hvar fer hún fram? Já, þannig að þú myndir segja að þú veist, þá fær, segjum að öll viðskiptin fara fram í ákveðnu landi, þar eru viðstöðvinnir, þá er þeirra fá part byggt á þessu stærstu partu viðskiptana. Svo er einhver öðru landið sem versmiðunar eru og einhver landið þar sem kannski starfsmenn eru, þau ekki svo oft hjá versmiðunum, en stundum getur verið annars staðar. Hver sú formúla ætti að vera það er ekkert heilagt að þetta einhver eins er besta, en
það sem búin Þetta er það sem Evrópusambandið er að Já, reyna að þeir eru segja. að vinna að einhverju svona módeli, en það myndi þýða að þegar þú ert í viðskiptum innan Evrópusambandsins, þá skiptir ekki máli hvort ég bý til skattinn mína í Þýskalandi eða hvar það er, af því að lokin þá erum bara allir teknir saman, dreift aftur út eftir formúlunni. Og þá fæ ég bara að segja með Ísland, það fær einhvern ákveðin part og við sköttum það bara þeirri prósentu sem við höfum. Eins og stefgjöld. Já, þetta er bara eitthvað svona, þannig. Já, það er einhver risastofnun, alþjóðleg stofnun sem að safnar sér saman og dreifir út. Já, akkurat. Og það eru svona það sem er í smíðum, en svona fræðilegu lausnar eru bara í því að það verða að benda þetta við eitthvað sem er mjög fast og þá er svona menn helst að hallast að því að gera það út frá hvar endanleg sala fer, af því að kúnnin, hann er jafn lítið færanlegur bara á starfsmaðurinn, þannig að þá ertu komin á svipaðan grundvöll og þegar þú eru komið slíkt kerfi, þá getur hvert og eitt land í raun ákvarða eigin skattprósentu án þess að hafa áhyggjur af því hvað aðrir eru að gera. Nú er hérna vegna þess að þetta er svo stórkostlegt vandamál, skattaflótti fyrirtækja sem hefur eiginlega grafið undan möguleikum ríkjanna til þess að halda upp í bara velferð og þroskast og þróast, það vantar bara hluta eða eins og þú nefnir að þá einhvers staðar verður að sækja skattana eða einhver skattheimtu af almenningi og öðru slíku. Þannig að það verður að bregðast við og mögulega mun OECD og Evrópusambandið ná því nema fyrirtæki sem þessu orðið svo sterk meðal annars út af þessari stöðu að þessu orðið svo fáránlega auðug að þau geti einhvern veginn varist þessu. Við getum sittið hérna og beðið eftir því að niðurstaðan komið frá OECD eða Evrópusambandinu, en getum við gert eitthvað er hægt á því ef að við myndum hækka skatta á íslensk fyrirtæki að hér myndum bara keyra Ísland í kreppu? Já, stórt er spurt. Möndu þau flýja? Getur Samherji flúið fiskurinn verður hérna áfram? Getur álverið flúið orkanir hérna áfram? Geta, þú veist, náttúran sem að ferðamenninni sækja, þetta er allt einhvern veginn svo naglfast á Íslandi að maður sér ekki, það er enginn sem á verksmiðju hérna sem maður getur flutt til Malasíu. Nei, þá er þetta einmitt spurning hvaða gjöld við leyfum að vera frádráttarbær og slíkt í þessum bransa sem er sannanlega hér. Varðandi sjávariðnaðinn sjálfan, sko, að þar er í raun ætti þetta ekki að vera stór mál vegna þess að hagnaðurinn þar á ekki að vera þessi stór. Rentan kemur frá enga aðganginu sem er gefið á ríkinu og bara svona standard auðlindahagfræði getur við sagt er að þú átt að taka á sérstakt auðlindagjald fyrir það, sem þú borgar fyrir aðganginu. Bara ræður landað. Já, en svo geta fyrirtæki samt sem á að beita einhverju eins og að ég á útgerð hérna á Íslandi, ég landa fisknum hér, ég selja úr landi til fyrirtæki sem ég á einnig, ég borgar fyrir það lágt verð, svo selja hann þaðan, það er lágskattaland, á endanlega markaðinn og þá að háverði og þá þetta er ekki bara ekki, þú gætir, þetta er bara business model Samherja. Já, þú veist, en þá er það sett ef við myndum taka hart á þessi fiskiðinum, nei, þeir eiga erfitt með að fara einhvert, þeir eru bara, ég meina, mengalega að veiða íslenskri lögsögu, svo þeir get ekki fært það neitt annað, en þetta er kannski ekki algilt fyrir allaniðin á Íslandi, en allavega að þessi talandi að við verðum að gefast upp fyrir fjármagninu, þeir fái bara einfaldlega að ráða ferðinni, við vitum alveg hvert það stefnir bara í 0 skattprósentu, það er kallað kapphlaupið á botnin, af því að menn vita alveg hvert það er búið að vera að stefna og bara gríðarlegum hraðasenustu áratíu og hvert fer, þannig að það er ekkit endilega betra að segja, já svona er þetta, verðum bara að lifa við það, þannig að En fyrir hrun, þá var þessi stefna raunverulega opinber stefna á Íslandi. Ísland var hægt og bítandi að breytast í lágskattaland og það voru menn sem að mæltu fyrir því að það sem hefur verið svona lítil, að þótt að við getum laða hinga til auðugt fólk og svona alþjóðleg fyrirtæki, að þá geti haft bara svo gríðarleg áhrif á okkur. Það voru búin til skýrslur undir Halldór Ásgrímsson verið með nokkra svona nefndir og við vorum bara á leiðinni í þessa átt að verða kannski ekki eins og Panama en eins og Írland. Það var bara ríkur vilji í íslensku samfélagi að fara þessa leið. Já, og ég meina öll umræðan, eða þeir sem fá að ráða umræðinni almennt, þeir tala á þessa leið, sko, þetta sé leiðin og það er einhvern veginn, eins og dæmi fá aldrei verið að hugsa í gegn og bara við lækkum skatt og lögum að fjármagn, já, hljómar rosalega vel og svo er talað já, þegar skattar voru lækkaði þá fóru, þú veist, komin meiri skattekjur og það er bara því að þá fór þetta að vera minna vesen fyrir það sem eru ríkir, þeir fóru að minna púður í að svindla undan skatti eða svíkjundan eða skjótundan að hvað við erum orðalega vilja nota á það. En ég meina til langtíma, bara, þetta gengur ekki upp og
og við vitum líka, við lækkum skatta, þá lækkum bara næsti skatta og þú veist. En á hverju eiga fyrirtæki að borga skatta? Af hverju? Af hverju borgar þú skatta? Ég borga fyrir þjónustu sem ég fæði frá samfélaginu, fyrir menntunina, fyrir menntun barnanna minna og heilbrigðisþjónustu, fyrir vegina og fyrir félagslega bara vernd, fyrir lögin og eitthvað fleira. Ættu fyrirtæki að borga sömu ástæðu? Já, ég myndi alveg það. Þau hafa bara ríka hagsmuni á því að það sé hér réttarkerfi og að þau getur koma vörunum sína á markað með örugum hætti. Þetta er engin spurning. Þannig að en sko þessi hugmyndum af hverju borgar að skatta, það eru til alveg bara, það er þetta nálgast frá mörgum sjónarhornum sko, það er svo sem ekkert eitt sem er heilagt í því, en það er kannski aðalega, ef að það er einhver að borga skatta, þá hlýtur næsti maður líka þurfa að borga skatta. Sem sagt, þú getur ekki sagt, já, af því að þína tekjur koma frá því að moka skurð, þá átt þú að borga, mína tekjur koma frá einhverju öðru, þá á ég ekki þurfa að borga, það hljómar sem svolítið rökleisa. Það er nú mjög sótt að því, það hefur nú ekki verið mikið, þú nú verið að tala fjallum skatta, það er ekki verið mikil umræðum skatta, það virðist verið að aukast núna, nú er þetta komið með fjármagnstekjuskattur og útsvar, þrepaskiptur fjármagnstekjuskattur, það er eiginlega meira í umræðinu núna en hefur bara verið háa herrastíð, umræðum skatta. Skynjar þú það? Já. Það opnast möguleiki fyrir þess að tala skatta og þess að allir gispi. Það er svona bæðu og sko, ég meina ég hef náttúrulega gríðarlegan áhuga á sköttum, þannig ég kannski það var alltaf meira og meira, en ég kannski skynni það ekki alveg rétt, en jú, ég held að það sé alveg það sé ákveðin stemming fyrir því að ræða þessi mál, því menn, ég meina þú ert með heilbrigðiskerfi í lamasess og ýmis mál sem mætti gera betur í og einhvers staðar verður að fá peningar alltaf fjármagna og þá velta við sér hvernig á að gera það, sanngjarnt að einhverju sleppi ekki aðrir. Nei, svo gengur náttúrulega ekki að hafa ríkissjóð með 90 milljarða halla, bara út af rekstrarhalla, það verður að fylla upp í það gat með einhverju. Akkurat. Og við ættum kannski, finnst þið það, að við ættum vera fyrst og fremst að tala hvernig við getum fyllt þetta upp með sköttum. Hallan, já, í grunninn, það hugsa ég það, maður, Það er það fyrsta sem við ættum að velta fyrir okkur. Sko, nei, ég er ekki að fara að segja að það er, sem ég að hugsa, bara að skera einhver útgjöld og minnka hallanir sjálf sig, það fer eftir bara hefnast ástandi hverju sinni og einhverjum tímabúndið þá getur verið ákvæmt að safna upp skuldum til þess að gera eitthvað sem gefur meira af sér. Ef skuldina eru til einhverja framkvæmda sem að skila betra samfélagi. Akkurat. En það er ekki staðan okkar í dag. Þetta er ekki halli út af fjárfestingu sem við erum með. Nei, nú er ég er ekki alveg nógu djúpt inn í þessu málum til þess að þóra að fara eitthvað svona í stóra fullyrðingar, sko. Ég ætla ekki að pína þig að fara út fyrir skattana. Kannski fæ ég að spjalla við þig seinna aðra hliðar á sköttunum, til dæmis fjármagnstekjuskatt. Já, endilega. Herru, takk fyrir. Og núna er það næst Danmörk, það sem að verður líklega næsta víst, kosið í haust og þar er mikið rót í stjórnmálunum. Hann Gísli Tryggvason ætlar að koma og ræða okkur það.
Herru, það sem sagt Danmörk, það segja mætir menn, og sem að vita vel, að líklega verði kosið þar í haust. Gísli Tryggvason, þú þekkir til Danmörkur, það ekki næsta víst að það verði kosið það? Það nokkuð líklegt. Já, það gæti orðið mögulega ekki, en það næstu því víst. Sko, það verður að kjósa fyrir 5. júní á næsta ári, en það telja allir að það verði kosið einhvern veginn í haust vegna þess að stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar, radikale venstri, hefur sett inn í stólinn fyrir dyrnar og segir að hún verði að boða til kosninga þegar þingi verður sett, annars verður hún felld. Og hvernig verður þingi sett? Þessi 4. október. Sem eftir svona rúmar 2 vikur. Já. Þannig það bara tímasprengja og hún verður þá að boða til kosninga og þeir gera það þannig í Danmörku að kosningabaratan alveg eldsnögg. Já, hún getur verið bara reitt rúmlega 20 dagar eða svoleiðis. Bara stysta kosningabarata sem að þekkist. Já, og þetta eiginlega dálítið svona stjórnskipulega mjög hæpið að forsætisráðherra hafi þessi völd að geta bara boða til kosninga þegar henni og hennar flokki hendar, eins og var í Bretlandi bara til skamms tíma. Nú búið að setja lög í Bretlandi sem að takmarka þetta og veita þinginu heimil til íhlutunarvald þetta, hvenær það verði rofið. En í Danmörku hefur forsætisráðherra þessi allræðisvöld eiginlega að velja tíman. Það hefur mikið gengið á í dönskum kosningum og ég hérna með gröf sem að sýna svona nýjustu kannanir. Við byrjum á því, þá þetta rauða blokkin og þarna eru samankomnir 7 flokkar, það vantar ekki fjöldar af flokkunum þarna. Og þarna nú eiginlega sára lítið að frétta. Þetta eiginlega gráa súlan sem þarna lengst til vinstri. Hún hérna kosningarnar. Og sósíaldemókratarnir eru þarna á svona sínu rófi og þú veist, kannski eitthvað svona smá breytingar en ekki mikið að frétta. En ef við skiptum þá yfir í hægri arminn, þar eins og allt á rú og stúi, þar eru miklar sviptingar, venstri fellur mikið, íhaldsflokkurinn miklu stærri heldur en hann var í síðustu kosningum og svo eru komnir þarna nýjir flokkar og þá sérstaklega Danmerkur demókratarnir sem eru lengst til hægri þarna, sem nýr flokkur og 3. stærsti þarna hægra megin og það reyndar Moderaterni þarna líka, þeir sækja nöfnin sín til Svíþjóðar, það líka nýr flokkur og svo sjáum við danska þjóðarflokkin, hann þarna 3. í röðinni og hann varla svipur hjá sjón og við sjáum núna bara í lokin hvernig staðan á milli rauðu og bláu blokkarinnar að þá þetta staðan í dag og svo hvernig það var í síðustu kosningar og þá virðist sem að hægrið hafi svona aðeins fórustuna. Já, og það svolítið óvænt vegna þess að það bara mjög stutt í COVID þá stutt síðan að forsætisráðherrann, sósíaldemókratinn Mette Frederiksen hafði bara ægi valdi yfir alla og allir töldu víst að hún myndi vinna næstu kosningar. En svona breytist það hratt að hún allavega óviss það og þrátt fyrir sviptingar á milli venstri og konservatífi á hægri vengnum að þá það kannski meira hvor formaðurinn verður forsætisráðherra ef þeir vinna. Já. Þannig að ég veit ekki hvort þú vilt fara þessi yfir flokkana, en þetta skiptir máli með venstri og íhaldsmennina. Íhaldsmennir hafa lengst að verið svona minni flokkurinn, hægra megin. Já, lengst af. Já, þú ert að fara langt aftur, til þess að finna. Venstri hefur verið leiðandi hægra megin. Já, ég meina á 19. öld var íhaldsflokkurinn leiðandi og svo kom venstri upp en í kringum Schlüter 1980 og til 90 þá var Schlüter stærri og hans íhaldsflokkur en undanfarna 2 áratugi eða svo hefur venstri verið miklu stærri en konservatífi og konservatífi þurftu nánast að berjast við þröskuldinn tíma. Ef við kannski að trilla okkur í gegnum flokkana, ef við byrjum núna bara á venstri þar nú bara því að Uffe Ellemann pappinn hann með það var með að því Íslendingaþekkjan en þetta sem sagt Jakob Ellemann Jensen sem sonurinn. Hvað að frétta af venstri? Hann að klofna tvisvar allavega í leiðinni. Það má segja þá feðga að menn voru farnir að spá Jakob Ellemann sömu örlögum og föður hans sem að hann yrði aldrei annað en næstu í forsætisráðherra en það getur nú að breyst síðustu daga.
Það sem hefur gerst að formaður Venstre hefur farið úr flokknum fyrrverandi forsætisráðherra Lars Løkke Rasmussen og stofnað annan flokk sem eru móteratarnir og hann svona frekar lítill og víst hvort hann kemst yfir grensuna en kannski hefur hann einhver áhrif ef hann rétt kemst yfir grensuna. En stóra breytingin kannski á næsta sem eru Danmerkur demokratanir. Já, og það fyrrverandi varaformaður Venstre, þannig það ekkert skrítið að Venstre hafi dalað, búið að missa bæði fyrrverandi formann og fyrrverandi varaformann úr flokknum, fyrrverandi leikilráðherra auðvitað bæði og þrátt fyrir landsdómsdóma á bakinu þá hefur hún náð feikna fylgi á mjög stuttum tíma síðan hún stofnaði sinn flokk í sumar. Hvaða fyrirbrigði þetta? Þetta eiginlega bara önnur útgáfa af Dansk Folkeparti eða svona hægri flokkur. En af hverju kemur hún innan úr Venstre og leiðir þá? Já, því að hún hefur verið svona hálfgerður bara Dansk Folkeparti manneskja, hún leggur svona mikla áherslu á útlendingamálin og hefur verið mjög hörð þar og verið í aðstöðu til þess að sýna hörku meðan Dansk Folkeparti hefur náttúrulega skammir í þinginu. Já, fekk dóm á sig og 2 mánaða óskilorðsbundinn dóm, þess að hún þurfti að afplána með öklabandi. Þannig að þrátt fyrir það, þá hún einmitt kannski vegna þess líka, hún svona vinsæl hjá mörgum, að því að Danir hafa viljað sýna mikla hörku í útlendingamálunum. Já, við sjáum svo Lars Løkke sem það gengur ekki eins vel í honum, þegar hann gengur út úr flokknum, fyrrverandi formaður Venstre, stór player í dönsku stjórnmálum árin á undan, en hann ekki að gera neitt sérstaklega gott móti í könnunum. Nei, hann náttúrulega kannski einmitt aðalega það player, hann kannski engin sérstakur ideológ eins og Inger Støjberg þannig að hans prófíl eiginlega meira bara svona, hann gæti komist í valdastöðu og náða að spila eitthvað vel úr henni, því hann svo góður player. Þannig að það að útskýra fyrir mér hvað svona flokkur þetta sem stofnaði, hvað þetta? Þetta bara einn af þessum flokkum sem óánægðir forystumenn stofna í kringu sjálfa sig. Eins og miðflokkur? Já, ekki sömu ideológíu, en ég hef aldrei haft trú á flokkum sem eru stofnaðir í kringum mannesku. Þeir lifa yfirleitt bara 1 eða 2 kjörtímabil og ég ekkert vissum að þessi lifi eins og í það, en Inger Støjberg ekki víst hann lifi til kosninga. Nei. Síðan það við nefndum í Íhaldsflokkum. Þar ertu með formann og þetta eiginmaðurinn með honum á mynd. Fráfarandi, já, þeir alltaf skilja núna. Já, það voru miklir skandalar með þá, hann flaut með eins og pappinn hann áðan. Á hverju náði Íhaldsflokkur, var það út af veikleikum Venstre sem Íhaldsflokkurinn betri eða hefur Søren tekist að lyfta Íhaldsmönnum? Hvað eitthvað við hann sem að... Ég held að sé bæði hefur Venstre átt í þessum vandræðum með að missa formann og varaformann út og ekki náða að spila nógu vel úr sínum málum og svo hefur Søren Pape Poulsen þótt svona traustvekjandi framöndur það síðasta og svona þægilegur í viðkynningu fyrrverandi borgarstjóri í Viborg og menn voru jafnvel fannir að líkja honum við Slúter gamla sem dó nýlega en ég ekki viss að þetta haldist við vegna þess að nú Venstre að nálgast hann aftur vegna þess að hann búinn að missa eiginlega sitt helsta kort, trúveruleikann. Því að hann sagði frá dálítið mörgum atriðum varðandi eiginmann sinn sem hann ætla nú að skilja við sem að reyndust ekki rétt. Það var svolítið fyndið eitthvað að væri skildur einhverjum hann var að halda því fram að hann væri gyðingur sem að reyndist ekki rétt og hafði ekki farið í synagógu á hverju laugardegi í áratugi eins og sagt var og hann sagðist vera náfrændi forsetans fyrrverandi, reyndist ekki vera það og það var eitthvað fleira en svo var líka skandal sem ekki var bara eitthvað ósatt ráðherrann Søren Pape Poulsen hafði hitt fullt af ráðamönnum þarna suður frá án bara í svona prívat ferðum og án atbeina utanríkisráðsins og hafði ekki gætt réttra aðferða við það skulum segja. Þannig að hann að dala aftur þannig að þeir eru orðnir álíka stórir og alveg líklegt að Ellemann taki forystuna forsætisráðherrastólinn ef að þeir vinna næstu kosningar. Þá það danski þjóðarflokkurinn sem hafði nú alveg gríðarlega áhrif á dönsk stjórnmál bara frá því svona síðustu aldamót og bara þangað til bara fyrir stuttu síðan. Þetta eiginlega það sem að breytti dönsku stjórnmálum. En núna þetta eiginlega
bara koðna niður. Já, það sem gerðist var að sósíaldemókratar gerðu svo klókir bara síðustu kosningar að taka bara upp þeirra stefnu og vera jafnvel harðari. Þannig að forsætisráðherrann Mette Frederiksen hefur nú einmitt orðið óvinsæl hjá krötum annars staðar eins og Íslandi fyrir að vera svona hörð í útlendingamálum en þeir tóku aðalkortið af Dansk Folkeparti með því að taka upp stefnuna þeirra og eru jafnvel með mjög róttækar hugmyndir að semja við Rúanda að flytja flóttamenn þangað og setja þá eyðeyju og eitthvað svona sko. Þannig að Og þetta var mikil breyting, þetta svona eins og Samfylkingin tæki upp útlendingastefnu Miðflokksins. Já, þetta var mikil breyting hjá krötum en þetta var eiginlega óbreytt og örlítið harðari stefna heldur en hafði verið hjá hægri stjórn venstri og konservatífi. Þannig sem að einmitt kannski var mótaðist af því að danski þjóðarflokkurinn hafði byrjað á því að styðja minnihlutastjórnir og þar með fóru að læðast innraunverulega hans stefna í útlendingamál. Nákvæmlega, þannig að þá vatnaði undan Dansk Folkeparti og það og síðan framgangur Inger Støjberg og svo fangelsisdómur sem að nýr formaður flokksins var dæmdur í nýlega, að vísu ómertur og er að fara aftur fyrir dóm, að það veldur því að þessi flokkur er bara að berjast við þröskuldin. En þessi maður, Morten Messerschmidt, hvað er með? Já, hann er leiftrandi orator og bráðgáfaður lögfræðingur en bara réttur maðurinn á villustu tíma. Já, hann er bara ekki alveg nógu heiðarlegur sínst mér. Eru þá koma svona minni hægri flokkarnir, það eru kristilegir, eru næstir? Þeir eiga engan séns í Danmörku. Þeir eiga engan séns í Danmörku. Þeir eru samt inni, dingla hana með. Já, þeir eru ekki við þröskuldurum, er það? Já, þeir hafa aldrei verið. Já, það er eiga reyndar einn þingmann sem að gekk í flokkinu ekki. Jú, ég held að hann sé gengin úr honum aftur. Eins róðið, mér minnir það. En þeir voru hluti af ríkisstjórninni hjá Poul Schlüter fyrstu árin, 1982 til 6 líklega. Svo erum við með líberalana. Já, og það er orðið mjög lítill flokkur, ég held að séu 3 þingmenn og mjög ósamstæðir en formaðurinn er mjög klár og duglegur en hann var enda bara í dag að lenda í smá vandræði með eina af þessum íbúðum sem að stjórnmálamenn á Norrlundunum lenda sífellt í vandræði með og Sören Pape lendi reyndar líka í svoleiðis vandræði núna daginn. Já, maður þarf ekki mikið að lesa stjórnmál áður með fyrir að rekast á svona skandala út og suður, það er eiginlega langflestir af þessu forystu fólki er með eitthvað svoleiðis að svara fyrir. Ég veit ekki með það, ekki langflestir en margir. Helmingur. Já, og það er kannski bara því að reglurnar þar eru svolítið strangar og fjölmennir eru sterkir þannig að menn lenda í vandræðum fyrir spillingu öfugt við til dæmis Ísland. Já, það sem ekkert gerist. Nýja borgarlega, hvað svona flokkur er það? Það er hægri flokkur sem að leggur mest áherslu á lága skatta og hörku í útlendingamálum þannig að þeir sem eins og danski þjóðarflokkurinn og Glistrup þar áður og Inger Støjberg. Já, þannig að það er spurning. Það er örugglega ekki pláss fyrir 3 svona flokka en það er kannski pláss fyrir 2. Þá förum við til vinstri og það er móðurflokkur vinstrisins. Leiðandi flokkur. Hvernig er heilsan á Mette Frederiksen? Og flokknum hennar? Hún er ótrúlega góð, ég meina þessir gömlu grunnstóðir lýðræðisins eru náttúrulega sterkar í Danmörku þannig að venstri og konservatív og sósíaldemókratar eru alltaf sterkir og miklu flokkar en hvaða erindi, segjum að þessi væri búið til kosninga, hvaða erindi á hún til dansku þjóðunar, að hún sé konan sem kom með mikið COVID, það var ekki ykkur? Já, það er víst bara eins og hjá Churchill, það þýðir ekki að höfða til fyrri afreika, þannig að það er bara glemt. Það var að menna að tala um minkana sem hann drap? Já, og það tala náttúrulega gegn henni hjá mörgum allavega. Arne Pension sem er svona mjög sniðugt fyrirbæri, þeir sem eru útslitnir eftir langa ævi, þeir fá sérstaka örorku út af því. Hún er eiginlega búin að koma því í gegn, þannig að það snýst bara um að halda því. Þannig að ég veit eiginlega ekki alveg hvað Trump hún hefur að hendi. Snembær eftirlaun fyrir erfiðsyndu fólk. Já, nákvæmlega. Ég held að mætti taka það upp hér. Já, í staðan fyrir að við sem alltaf tala um að hækka eftirlaunaldurinn, þá gleymist þetta alveg að það er erfiðsyndu fólk sem er eiginlega slitið svona og fyrir 60. Já, bara þeir sem að geti ekki unni lengur og ganga bara fyrir verkjabillum, þeir eiga rétt á örorku fyrr
og ég held að verður rétt að hafa bara sérstaklega þátt það ef ég má stinga upp á því. Já, bara hennar sem við skulum bara taka það mál fyrir. En hún náði því í gegn. Já, hún náði því í gegn og það var mikið tromp og aðal trompið hennar síðast, en það var þetta fyrir COVID sem að þær kosningar voru haldnar og hún náði því í gegn þrátt fyrir mikla andstöðu bæði í sínu branni og... Þú hrifin af henni sem stjórnmálamanni? Nei, bara ég er náttúrulega meira jafnaðarmaður en hægri maður, þannig ég er hrifin af þessu fyrirbæri. Nei, ég er ekki sérstaklega hrifin af henni. Nei, ég alls ekki hrifin af henni lengur vegna þess að hún er náttúrulega ekki kannski gjör spilt, en hún gerði mikil mistök í þessu minkamáli. Þannig að hún ætti nú bara að fara fyrir landsdóma mínum að Herðu, við skulum taka radikali Vinstri. Já, það er þess að minn gamli flokkur, að ég er nú gamall Framsóknar komi og það er svona borgaralegu flokkur með sterka félagstaug. Þessum að dinglar vinstra megin, þetta er eins og Framsóknarflokkur íslenski væri vinstra megin, hann er eitthvað heldur vera hægra megin, íslenski Framsóknarflokkur. Já, þessi hefur dinglað svona fram og tilbaka en kannski meira vinstri síðustu áratugi og þessi flokkur hefur lent í miklum vandræðum með forystu manninn sinn síðasta, það er að segja að hann var fyrir MeToo-byltingunni og féll þar. Tónakall. Já, allavega nót til þess, já. Og ekki heiðlegur, hann talaði að það væri búið að taka á málinu hjá þeim sem ætti hlut, en þá var sá sem átti hlut hann sjálfur. Þannig að það var mjög pínlegt og aðstæðanlegt. En flokkurinn sjálfur, hvað er erindi á hann í... Flokkurinn er náttúrulega stórmerkilegur og nátengdur svona, Grundtví og samvinnu hugsun smábændur sem að stofna þennan flokk fyrir meir en 100 árum gegn stórbændaflokknum Vinstri. Þannig að hugtökin eru auðvitað mjög villandi, Vinstri og radikali Vinstri. Þannig að þessi flokkur er ekki róttækur Vinstri flokkur heldur mikil miðflokkur. Já, mikið. Eins og hvað? Vera trúr félagshyggjunni og færa sig kannski stundu til vinstri en ekki bara til hægri. Ok, þá höldum við áfram að trilla okkur niður. Það er sósíalíski þjóðarflokkurinn. Já, þetta er einhver vinsælasti stjórnmálamaður Danmerkur og ég er nú svolítið hissa á því þess að hún gerir lítið annað en bara styðja við ríkisstjórnina og vera mjög lojal við forsætisráðherrann. Og hvað veldur vinsældum? Er hún þá bara geðug manneskja? Já, hún er það nú örugglega, en ég láta mig ekki á hvað hún heldur sterku fylgi og heldur vel utanum flokkin, en hún fær mjög... Þessi flokkur, hvaða... Já, þetta er svona eins og... Þetta með erfileikum með að staðsetja hann í íslensku... Já, ég lík hjónustundu við VFG, þetta er allavega systur flokkur VFG, en þetta er... VFG vil nú líka verið tengstu við NS-listin? Er það? Já, NS-listin er miklu róttækara afl, sko. En VFG er svona systurflokkur SF, Sósíalísku Folkeparti og þetta er samt ekta vinstriflokkur sem ég get nú varla sagt VFG þessar mundir. En svona íhaldssöm taug í þessum flokki? Þessu? Nei, þetta er ekki svona, það er ekki svona þessi þjóðernis framsóknarstrengur sem margir sjá í VFG. Og ekki svona íhaldssemi, hvað svona frjálslyndi... Nei, þeir eru frekar róttækir í svoleiðis svona sósíalmálum, sko. Herðu, þá er það NS-listin? Já, þetta er allir merkjum. Þetta er náttúrulega þeir unnu, sko, stórkostlegan sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Kaupmannahöfn. Stærsti flokkur í Kaupmannahöfn. Já. Sem var í sagði til næsta bæjar hér að sósíalistaflokkurinn var í stæðstur í Reykjavík. Já, og þetta er stórmerkilegur flokkur en þess að hann hefur lifað allmörg kjörtímabil þó hann sé með sömu skipulagstefnu og kvennalistin að vera alltaf að skipta forystumenn og hann er bara svona heppinn með forystumenn að það er hver stórstjarnan á fætur annari. Yfirleitt konur, veltalandi og klárar. Og kannski líka sniður að hafa fólk bara skamman tíma áður en að skandalarnir draga það niður. Já, mér finnst þetta að hafa tekist vel hjá þeim, sko, þó ég sé engin sérfræðingur í svona róttækri... Þetta er róttækuflokkur, þarna eru bara gömlu kommunistaflokkarnir, eru þarna inni, þetta er á rætur sína þar. Já, þetta eru gömlu kommunistaflokkarnir sem að saminust og heita í rauninni, þetta er eiginlega samanafni og samfylkingin, það var samfylking róttækra vinstri efla. Og hafa náð góðum árangri og halda fast við sína stefnu oft gaggrínir á ríkisstjórnina þó þau styðja hana því hún sé skárri en borgarleg hægri stjórn. Og þeim er ekki refsa fyrir það? Nei. Ekki refsa fyrir verk ríkisstjórnarinnar? Nei, það hefur held ég ekki komin eitt róttækara afl nema vera skildi þessir grænu örflokkar sem að vorum á sameinast held ég bara í dag einhverjir. Nú, það er kannski búið að sameina eitthvað þessu, það er næst er það
alternatívið. Já, ég held að hinir tveir grænflokkar hafi verið að sameinast í undir þessum hatti. Já, aftur. Því að næst erum við með frjálsa græna sem er eiginlega allt saman, allir sem eru þar voru áður í hinum flokknum, þannig þeir að fara aftur heim, eða flest allir. Já, þessi karakter er nú ekki talin mikill svona grænpólitíku sko, meira svona ekoflip en annars er ég engin sérfræðingur í þessu nema ég veit bara að þeir voru að samanast undir einum hatti alternatívið sem að hafði þú verið á þingi sko. Já. Og ákvæmski einhverja þingmenn. Já, þeir klofnu, það voru, manni gott voru 4, það var bara einn eftir, einu 3 fóru allir og voru að stofna þessa frjálsu græningja, en þeir hafa aldrei náð neinum árangri í könnunum, ekki eins og hinni 9 flokkarnir að hægra megin sem að mælast, þeir hafa bara verið með 0,4% eða eitthvað. Já, en maður sér sko að hægri flokkarnir þó að þeir séu svona margir að þá eru þeir samt að sækja á blokkin í heild sko. Það er oft þannig að það er alltaf að tala um að sundrú getur dregið niður, það er ekki þannig. Nei, greinlega. Það er að fara gegnum íslenska kosningar, að þess þegar vinstrið er með fleiri flokka, þannig er það betri árangri. En það er breytt flokkur í viðbót sem er tillaga, þetta er veganflokkurinn. Já, ég er ekki frá því að þessi hafi verið að sameinast það voru einhverju 2-3 vegan grænir flokkar sem voru að sameinast einhverjum öðrum, þannig að ég er nú bara ekki nógu vel að mér í þessari örflóru þannig. Það er lár þröskuldur, það er ekki 5% þröskuldur eins og er á Íslandi, í Danmörku heldur 2%. Já. Þannig að það eru margir flokkar á þingi, en það eru þó margir sem eru að berjast við þessi 2%. Við erum múin að fara yfir 15 flokka sem eru í mælingunum í skoðanakönnunum. Og þá er bara spurningin eftir að þeirra verið kosið, hvernig fara kosningarnar ekki? Já, við höfum kannski glemt að ræða einn möguleika, það eru að 2 miðjuflokkarnir, annars vegar þessi glænýji Moderatene eftir sem að Lars Løkke stofnaði fyrir undir forsætisráðherra og þessi gamli róttæki vinstriflokkur sem kallar sig svo en er miðjuflokkur, radikal vinstri, að þeir hafa neitað því að vera að tilheyra einhverju rauðri eða blári blokk. Já, þó svo þeir séu flokkaði svona í sögulega. Já, og íðilega réttilega sko, en þá eru þeir áskilja sér meiri rétt nú en venjulega til þess að skipta á milli blokka eða jável sko fara yfir í, þetta þýska munstur sem var fyrir nokkrum árum að hafa samstjórn yfir miðjuna. Já, getur ekki bara að kalla það Katrínu Jakobsdóttur? Já, hvað var að kalla við var það ekki Jamaica ríkisstjórn í Þýskalandi það hefur verið svolítið var svolítið rætt þetta í tengslu við sænsku kosningarnar að út af Svíþjóðademókrötunum og svo óanægju með vinstri þar sem að menn voru með skilyrði, svona miðjuflokkarnir með skilyrðum að róttaka vinstri væri ekki með, að þá voru menn að tala um að kannski að eðlilegasta niðurstaðan væri svona miðjustjórn sem að færi Já, það væri kannski eðlilegast frá sjónarhóli kjósenda en ég held að blokkinnar vilji hafa þetta eins og þetta hefur verið og ég held að sé nú miklu hreinni línur að skipta svona meginstefnu. Þannig að kjósendur hafi að velja, það er ekki bara að kjósa fólk, heldur síðan að kjósa í hvaða átt samfélag að fara? Yfirleitt í Skandinavíu vita menn hver verður forsætisráðherra eftir hver vinnur en því er öfugt farið hér eins og bæði 78 og undanfarið sko. Þá kemur kannski einhvern lítill vinstri maður sem sko forsætisráðherra en ekki formaður í stóruflokki eins og í Skandinavíu. Mér finnst það nú eðlilega að hafa þetta eins og þetta hefur verið í Skandinavíu, að hafa blokkinnar og láta þær keppa en þessi möguleiki fyrir hendi að það verði stjórn yfir miðjuna. En viltu að ég spái sérst niðurstöðu kosningana? Ég spái því að ég spái því að borgaraflokkarnir vinni og að úfélmenn varði forsætisráðherra. Það er ekki endilega það sem ég vil. Ég vil náttúrulega helst hafa jafnaðarmenn. En nú töpuðu jafnaðarmenn í Svíþjóð. Það er mjög stutt síðan að það var verið að benda á það í fyrsta skipti mjög langa tíma væru jafnaðarmenn að leiða stjórn í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi og Danmörku. En núna er Svíþjóð fallin og þú ert eiginlega spáði að Danmörk fari á eftir. Og ríkisstjórnin, ég get alveg sagt það, ríkisstjórnin í Noregi er mjög óvinsæl meðal annars út af orkukreppu sem það er. Já, kenna menn ríkisstjórnin það. Það er bara þess að gengur. Já. Þýðir þetta eitthvað? Er Skandinavíu að fara til hægri? Hefur þetta áhrif á til dæmis útlendingastefnuna og svona allt hægrið sem hefur verið sterkt í Danmörku
og bara fáránlega sterkt í Svíþjóð. Já, Þetta að draga samfélagin til hægri? Þetta var nú nöfnt í Svíþjóð, ég er nú ekki með það góða yfirsýn yfir ideológiska strauma, ég geti spáð það, en hérna, ég er nú ekki hissa á þetta að fara í svona í Svíþjóð, en það er náttúrulega allt í hershöndum á sumum svæðum í Svíþjóð, ég skil ekki hvernig menn láta bjóða sér þetta, en það er miklu minni ástæða til róttækni í þessum málum í Danmörku, því þar er ekki stríðsástand í sumum bæjum. Þannig að ég held að sko bara Mette Frederiksen hafi veikst aðeins og hérna hún til dæmis að halda því fram að íhaldsmenn vilji reka 40.000 ríkisstarfsmenn án þess að geta bakkað upp. Hún í rauninni fór mjög frjálslega með staðreyndir. Þannig að ég held að hennar glóría hafi aðeins minkað og ég held að Ellimann sé að sækja sér veðrið og þeir pappi mynda ríkisstjórn. Ef ég á spá, hvað gerist eftir kannski 7 vikur eða hvað? Þannig að það verður líklega boðað til kosninga snemma í næsta mánuði og svo kosið einhvern tímann svona miðjan nóvember í Danmörku. Já, eða ég vel aðeins fyrr. Við kannski hittumst áður en það gerist og ræðum dönsk stjórnmál. Já. Og áður en það gerist, þá ætlum við að ræða snembær eftirlaun erfiðsunu fólks. Já, og þá getur maður kannski undirbúið sig aðeins undir það og fengið einhvern úr þeim ranni verkalýðshreyfinganna til þess að ræða það akkur þetta er ekki komið á dagskrá hér eins og ég hefði talið rétt. Já, þannig að þú vilt koma hingað á þetta og þú vilt líka fá eitthvað verkalýðshreyfingur til þess að knýja á þetta. Já, bara þannig að það sé ekki bara eitthvað svona tæknimaður eins og ég að tala þetta, sko, en semst einhver sem getur slegið í borðið, ég get það ekkert. Við förum bara beint í það að undirbúa það. Þetta er mikilvægt mál sem við höfum nú nefnt oft að umræðan eftirlaun svolítið skrítin þegar við verðum að tala bara það að hækka þau hjá þeim sem að hafa þrek ennþá til þess að vinna fram yfir 70. En það er náttúrulega stórir hópar sem að geta það ekki eins og við sjáum svo sem á fjölgun öryrkja. En Rauða borðið búið í kvöld. Ég minni ykkur á að við verðum hérna aftur annað kvöld klukkan 8. Ef þið viljið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna, þá getið þið gert það með því að læka síður samstöðuna bæði á YouTube og Facebook. Þið getið farið inn á samstöðun.is, þar erum við komið með fréttasíðu, þar sem að þið getið lesið fréttir. Það er sumt af því sem er hér við Rauða borðið en líka ýmsar fréttir aðrar. Þar getið líka gerst félagar í Alþýðufélaginu sem er fjárhagslegur bakhjarl samstöðurinnar. Hugmyndin er svo að byggja samstöðuna upp sem öflugan umræðuvettvang og upplýsingavettvang í eigu almennings. En þetta er gott í kvöld hjá okkur og ég segi takk fyrir mig.